Já. Já, í dag þá ætlum við að fara yfir æfingapróf frá 2016 og hérna hafið þið lausn fyrir neðan. Skjöl sem við höfum til viðbótar hérna undir töflur og skilgreiningartákna. Það póldeilingu og póla, þessi stærri tafla hérna, póldeilingu og póla. Og svo er ágætt að hafa líka stuðningsheftið við hliðina, við hendina. Og þá skulum við bara vinda okkur í þetta. Hér erum við þá með prófið frá 2016 og hérna almennt eins og við höfum verið með skiptingu á prófinu í fyrst spurningar rafhlaðna, svo kafli mótora, svo spurningar úr verklegu æfingunum og lokum dæmi og spurningar úr einfasa mótorum. Svo við byrjum hérna á rafhlaðakaflanum, þar sem spurt hér fyrst eða sagt ef rafali hefur 45 gráðu póldeilingu, að þá hefur hann 45 gráðu póldeilingu. Þá sem sagt þurfum við að átta okkur á hvernig á að reikna þetta út. Og hérna getið þið hjálpað ykkur í því, hér hefur við 45 gráðu póldeilingu, að þá hann hérna með 8 póla og 4 pólpör. Og þá þetta hérna efsta 4 pólpör, það væri það rétta við þessu. Síðan spurt hérna næst. Hve margar rafmagnsgráður myndar rafalinn í einum snúningi ef hann hefur 2 pólpör? Þannig að ef hann hefur 2 pólpör, hérna, þá myndar hann í einum snúningi 720 rafmagnsgráður. Og þá það hérna svarliðurinn 720 gráður. 720, já, rafmagnsgráður. Og þá hér næsta. Ef rafali á að snúast hægt, eins og til dæmis í vatnsaflsvirkjunum, þeir snúast hægar heldur en til dæmis í gufuaflsvirkjunum. Og við erum að tala að það sé að framleiða 50-rið. Þá þarf hann að hafa fleiri póla og þar af leiðandi fleiri pólpör. Já, ella. Það væri það fyrsta svarið, það væri það rétt. En hraðgengari rafal, þeir hafa færri pólpör. Og síðan hitt bara eitthvað til að leiða ykkur. Ef við lítum örlítið á stuðningsheftið hérna, þá sjáum við í byrjun að sá sem hefur marga póla og mörg pólpör, þá það sem sagt pólhjól rafalans og hérna sem að gengur hægt. Þetta dæmis í vatnsaflstúrbínu eða í Francis-túrbínu. Það lítur út þá svona og hérna reyndar sleiturhringinni syndir, hér og hér. Hér hefur við úr gufuaflstúrbínu. Hér hann bara með 1 pólpar, bara norður og suður. Hann gengur hratt þessi hérna. Og þá skulum við líta aftur í prófið. Hér segir framleidd spenna reiðstraumsrafala sem sagt hún ekki óháð snúningshraða rafalans, það sáum við á rafala 1, óháð segulmagnastraumið, það ekki rétt. Aðeins háð segulmagnastraumi rafalans. Nei, því að bæði hafa áhrif háð snúningshraða og segulmagnastraumi rafalans.
Það eru hvoru tveir. Það þá neðsta svarið sem rétt. Og þá til að hafa þetta í upptökunni þá ætla ég bara að renna yfir þetta hérna. Þetta voru réttu svörin í þessu. Svona. Og svo skulum við halda hérna yfir á næstu blaðsíðu. Álagi, sem sagt raunálagi. Þegar það segir bara álag, þá að tala raunálag. P, kílówatt eða völd. Það jafnað á milli raða sem tengdir eru sömu safnteinum með því að gera stillastrauminn á pólhjóli, það ekki, það væri þá fyrir launaflið. Stilla spennuraða, það sama, það fyrir launaflið. Stilla óskgildi hraðaafvélar. Það hefur áhrif á raunaflið, þannig að það þessar C-liður hérna. Bakhjarlsvörðin gefur ekkert við sögu þessu, nema að hún slæðir út tilbaka. En þá það í 1.6. Ef þriggja-fasa rafali þríhyrningstengdur, þá þurfum við að athuga. Besta að teikna hérna upp og sjá hvort maður getur gert það. Ég ætla að gera þessu hérna á þetta hér. Við setjum, ok. Það handar svona, ok. Þriggja-fasa rafali þríhyrningstengdur. Þá ég myndi reyna að gera það svona, en þetta gengur ekki sko. Við förum hérna í þriggja-fasa rafala. Svona og setjum að við svona eða þríhyrningstengdur. Það sama spenna, fasaspennan og aðalspennan. F sama sem U. U hérna milli. Og heildarspennan hérna sama og fasaspennan. En hér að tala það sem strauminn. Það að spyrja þennan straum hérna. Hvað strauminn hér? I, F. Hérna aðalstraumurinn. Í A, eða í heildar. Og þá segjum við að hann skiptir sig hérna að fasastraumurinn í F sama sem í heildar deilt með rótina 3. Hérna hér heildarstraumurinn deilt með rótina 3, þá hér og hér fasastraumurinn, hann aðalstraumurinn og heildarstraumurinn deilt með rótina 3. Þannig að það þá þetta hérna. Þetta næsta. Ok. Það þetta. Fasastraumurinn aðalstraumurinn deilt með rótina 3. Nú erum við komin að reikningsdæmi rafala sem að gefa frá sér 600 kW. Launaflið, Q, 500 kVA reaktív, spennan 400 volt. Og við erum að reikna fasvik rafals. Hérna sem sagt P og Q.
gefið. Þá er ekki á vegi að aðeins að líta hvað höfum við hérna í formúlum saman við aflið. Ef við hefum gefið upp P og Q og sjáum hérna. Hér er formúla, sem sagt hér er úr hornafallunum. Tangens af horninu er Q, launaflið, deilt með P, raunaflið. Þessa formúlu getum við notað. Aha, ok, þá gerum við það. Við erum hér og þá notum við hana svona. Við segjum 500 og það er reaktív, það er launaflið, deilt með 600 kilowattum og ég sleppti bara hérna þessum 3 núlum báðum tilfellum, þannig að það stutast út og tangensinn af horninu er þá 0,833 og passið ykkur nú að taka tan í -1 af þessar tölu til þess að fá hornið 39,8 gráður. Þannig förum við að því ef þetta er gefið, launafl og raunafl. Og það gæti eins og síðast þá held ég að við hefum verið að reikna strauminn og það er hérna svo sýndaraflið eða eitthvað sem vantar hérna í heildina og þið getið æft ykkur á því að reikna það út frá þessum upplýsingum sem eru orðið þó með því hérna. En svo er á næsta spurning. Hér er talað um að álag rafmagns sé minnkað niður í 500 kW og nýtnin helst óbreytt. Fasveikið er 40 gráður og við erum að reikna straum. Hérna er sem sagt breyting og við höfum upplýsingar 500 kW og gengum við út frá því. Við notum þá þessa formúlu hérna fyrir þrífasa afl, raunafl. P samsett Ö sinnum E sinnum rótin af 3 sinnum cos. Og það sem við ætlum að gera það er að einangra strauminn í úr þessari formúlu og þá er P og deilt með öllu hinu. Ö sinnum rótin af 3 sinnum cos. Og þá segjum við 500.000 til þess að fá strauminn í afleirum. Þá þurfum við að hafa þetta í böttum, passið ykkur á því. Ekki segja bara hérna 500 og segja svo aftur hérna fyrir aftan. Það er ekki gott. Við skrifum 500.000 vött hérna og deilum með 400, það er spennan, 400 volt, sinnum rótin af 3, sinnum kosinus af 40 gráð. Og þá fáum við strauminn 942 ampere. Og við vorum að gera eitthvað annað í síðasta prófi, en þetta er núna væri kannski hægt að reikna út líka sýndaraflið til dæmis og þá höfum við upplýsingar það og svo er hægt að gera vektormynd. En við skulum skoða hérna áfram. Hér erum við komnir í nýjan kafla. Þriggja fasa viðstæðismótana. Já, býtum við. Sem sagt, ég sleppti hérna einum lið. Nei, það var ekki beðið um hérna. Ok, nei, ég sleppti ekki hérna. Allt í lagi, þá förum við í næsta. Það er sem sagt, næsti kafli er riðstraumsmótora. Og þá var fyrsta spurningin hér, þegar að skammhlaupsmótor er keyrður árangslaust, að þá, já, nýtni hans góð? Nei, mjög léleg. Virkar hann sem hreint launálag. Smá raunálag líka. Virkar hann mest sem launálag, það sem segulmagn fyrir mótorinn. Lítið eitt sem raunálag. Það er það sem er rétt í þessu.
Hann alls ekki sem hreint raunálag, mótor virkar aldrei sem hreint raunálag. Það eru bara hitöld element og svoleiðis sem að geta og virka sem hreint raunálag og glóperulýsing. Og síðan segir hérna í 2.2 þegar álag á skammhlaupsmótor minnkað, þá minnkar snúðstraumurinn. Það það sem það gerist. Segulsviðið verður ekki eins sterkt sem að myndar í snúðnum líka. Annað þannig að það eykst fasvikið ef álag minnkað. Þannig að þetta vitlaust. Það minnkar ekki, það eykst. Og þetta hér skreikurinn hérna, hún minnkar. Og þetta hér líka ekkert í myndinni. Þá skulum við skoða hérna næstu spurningar. Hér verið að spyrja með ID-ræsingu, stjörnuþríhyrningsræsingu. Það má gera ráð fyrir að ræsistraumur lækki í stjörnunni sem sagt í 1/3 að ræsistraumsskipti við beina ræsingu. Það er þessi áhrif sem að verða að ræsistraumurinn lækkar niður í 1/3. Ræsivægið gerir það líka. Svo spurt hér hvað eftirfarandi rétt þegar talað töp í skammhlaupsmótorum. Já. Og þá spurt hérna, töpin. Töpin aukast línulega með straumum? Nei, munið eftir formúlunni hérna P sama sem straumur í öðru veldi sinnum R. Þannig að það gerist með straumum í öðru veldi. Svo segir hérna töpin aukast með straumum í öðru veldi. Og það rétt. Við töpin aukast línulega með álaginu. Þetta mjög, þetta eiginlega sama álag, má segja nokkuð veginn. En töpin aukast línulega með álaginu í öðru veldi. Nei, það ekki þannig. Sem sagt, töpin aukast með straumum í öðru veldi. Það það sem að vera að tala töp. Þetta aðal megin töpin sem sagt. Og þannig að það þessi liður hér, B. 2.5. Svo sagt hérna ræsivægi skammhlaupsmótors. Þetta var að tala stjörnuþríhyrningsræsingu. Þetta kannski ekki alveg nógu skýrt hérna. Það að tala stjörnuþríhyrningsræsingu að það lækkar líka í 1/3 sinnum ræsivægi í beinni ræsingu. Þetta í rauninni tengd spurning þessari hérna með ID-ræsingu má gera ráð fyrir að ræsistraumur lækki í 1/3 að ræsistraumsskipti við beina ræsingu og sama hérna að ræsivægi skammhlaupsmótor við stjörnuþríhyrningsræsingu þá það verður það bil 1/3 sinnum ræsivægi í beinni ræsingu. Svo það það sama. Og við vorum með þetta hérna. Já, við varum með þetta hér. Og þetta hér. Og þá förum við í næsta. Það dæmi. Mótor hann merktur 15 kW. Hvort þetta aflið út eða aflið inn? Alltaf það sem stendur á mótor, sem sagt mótor merktur 15 kW, það aflið út. Og reyndar hér ætti að standa líka að hann væri 3 fasa. En við sjáum líka út á þessari merkingu 400/690 volt. Þetta 3 fasa riðstraumsraði skammhlaupsmótor. Og
Þannig að við sjáum á þessu að það hægt að þríhyrningstengja hann við 400 volt og stjörnutengja við 690 volt. 50 rið. Snúningshraði við fullt álag 1460 snúningar á mínútu. Nýtnin 89,5% og raunaflsstöðullinn Cosby 0,84. Og við erum að reikna strauminn frá 400 volt neti við fullt álag. Og þá megum við ekki taka þessa tölu hér, ekki aflið út. Hvað þurfum við að gera? Við þurfum að byrja á því að reikna út aflið inn, P-inn, og ná í nýtniformúluna og nota upplýsingar nýtnina. Þá gerum við það þannig að við segjum hérna P út deilt með nýtninni, það P-inn. Og setjum við formúlu upp svona. Passið þið að snúa þessu rétt. Þannig að P-inn 15.000 sem stendur á mótornum sem aflið út, deilt með nýtni tölunni, deilum með 100 þessar tölu hér, og 0,895 sem var hérna 89,5%. Og þá fáum við aflið inn á mótorinn sem 16.759 vött rúm. Og notum þessi 16.000 vött til að reikna út straum. Það beðið straum, reiknaði straum. Þá setjum við P-deilt með spennunni, við verðum að hafa rótina 3 af því þetta 3 fasa og sinnum Cosby. Og þá setjum við töluna hérna 0,84, ekki setja kósinus hérna aðgerðina, það má alls ekki, það margfalda sinnum tölu. Ef að þið væri með hornið, þá myndið þið setja kósinus á hornið sem gráður, margar gráður. En ekki þegar við erum með þessa tölu hérna 0,84, þá bara margfaldum við með sem 0,84. Þá segjum við það 16.759 deilt með spennunni 400 sinnum rótina 3 sinnum 0,84. Straumurinn þá 28,7. Og 28 ampere nú, það 29 ampere. Og til þess að gera síðan vektormynd, ég fer nokkuð fram á það núna, þetta það ekki á nokkuð tími síðan ég hefði þetta próf. En ef við myndum gera vektormynd, þá getum við að byrja á því að finna hornið, þegar ég segi kosinus fyrsta, að 0,84 og þá höfum við það bil 33 gráður sem við myndum nota í straumvektormyndina. En ég ætla ekki að eyða tími í það núna, heldur ég ætla að halda áfram að fara í næsta dæmi. Og þessar spurningur sem við hérna fyrir neðan, við erum að útskýra merkinguna 230/400 volt og mjög gott fyrir ykkur að merkja strax lægri spenna, þríhyrningur, hærri spenna, stjarna. Og þá segjum við að fasaspenna mótorsins 230 volt, þannig að við getum tengt mótorinn í þríhyrning til þess að tengja með 3 fasa 230 volta kerfi. Eða síðan hægt að stjörnutengja mótorinn við 400 volta kerfi. Það mál. Lærið nú þetta vel og við fórum í svona atriði líka í síðasta prófi. Og alltaf lægri spenna, þríhyrningstengingin, hærri spenna, stjörnutenging. Í 2.7 þá eigum við að nota upplýsingar úr dæmi 2.6 og við ætlum að reikna málvægi mótorsins við fullt álag. Í formúlublaðinu
hérna neðst og því það náttúrulega fleiri formúlur líka því að aðgang að öllu efni, öllum formúlum að þá erum við að ná í vægisformúluna og hún hérna á þessari blaðsíðu hér til dæmis að hér P út og bara einangrað fyrir aflinu og M sinnum N sinnum snúningshraðinn sinnum 2π deilt með 60. En ef við þurfum að einangra M-ið þá skiljum við það eftir hérna og við margföldurum beggja megin með 60, P sem 60 það megin og 60 styttist út hérna, þetta er 60 fyrir ofan, 60 fyrir neðan styttist út. Síðan deilum við með N og 2π hérna til þess að losna við það hliðan megin, N og 2π hér, það styttist út hérna megin, þá þetta stóra N. Hvað ég komið með þetta hérna, stóra N saman sem P raunaflið sinnum 60 deilt með 2 sinnum π sinnum snúningshraðinn, litla n. Þá það 15.000, það aflið út. Núna notum við aflið út til þess að reikna út mótornum, snúningsvægið eða málvægið. Því að þessi tala hérna, 15.000, 15 kW, í dæminu hérna, 15 kW, þetta rafaflið sem að mótorinn skilar út á ásinn, öxulinn. Það skilar 15 kW út á öxul og við getum reiknað þetta yfir í newtonmetra og yfir í snúningsvægi. Málvægi mótorsins fáum við þá svona 15.000 aflið út sinnum 60 deilt með 2 sinnum π sinnum 1460 snúningar við fullt álag og þá fáum við 98,1 newtonmetra. Ok, þetta var það og passa að nota rétta tölu hér, aflið út, það sem að gera við í dæmi. Síðan, við höfum að reikna sýndar aflmótorsins við fullt álag og þá við upplýsingar um spennu 400 volt, straumið sem við reiknum út á hann 28,7 sinnum rótina 3, þetta ekki fasa. Og þá fáum við þetta tæplega 20 kVA eða 19.951,84 volt ampere. Og ef við myndum teikna vektormynd í þessu, þá myndum við nota þessa gráðufjölda hérna sem ég reikna út hérna, 33 gráður. En ég ætla ekki að verja tímanum í það núna, vegna þess að við ætlum ekki að vera með það í lokaprófinu. Það það mikið sem það að spyrja um. En við höldum áfram. Hér spurningar og verklegum næringum. Hér höfum við spurningum yfirárás, varnarbúnað, mótora. Og hér spurt yfirálagsvörn, sem sagt tímavörn, nævörn fyrir mótor og lagnir að honum, sem sagt kapalinn að honum. Ef svo ekki, hvað nefnist sá varnarbúnaður og hvað á hann að verja? Sem sagt, við þurfum að nota skammhlaupsvörn. Það annaðhvort sjálfur, við höfum yfirleitt á 3 póla sjálfur, yfirleitt erum við með 3 póla, það erum við með 3 fasa rafala. Ef það verður skammhlaup í strengnum eða mótornum sjálfum, ef það verður skammhlaup einhvers staðar, þá slær sjálfærið út. Svo getum við líka verið með bræðvar, það alveg til dæmi, það til mismunandi bræðvör, það hjaltvör líka. Það bráðnar sundur. En það algengt líka að nota bara 3 póla sjálfur. Þannig að skammhlaupið getur komið fyrir hvort sem á leiðinni í kaplinum eða í mótornum sjálf. Ef að kapallinn verður fyrir skemmtum.
dæmis einhvers staðar borð í skipi eða eitthvað sem rekst í hann, til dæmis. Getur það að gerast. Þá verðum við að hafa skammhlaups-vörn. Í þessu tilfelli við erum ekki endilega að spyrja nákvæmlega ef það er hraðastýringu og yfirárásvörnin myndi það ekki verja mótorinn nægilega. Ef mótorinn hitnar, tekur eðlilega mikinn straum, þá slær yfirárásvörnin út bara ef mótorinn lendir í einhverju sérstöku öðru yfirárásvörni en ekki við eðlilega straum við lítinn snúrusað við hraðastýringu. Þá verðum við að nota hitaliðavörn, en ég held að sé fjallað það hérna og það var ekki verið að spyrja beinlínis hitaliðavörn hérna. Það var fyrst og fremst að tala skammhlaups-vörnina. Það kemur að því að við spáum í það seinna með hitaliðavörnina. Hérna í 3.2 er hægt að ræsa full-lestaðan mótor með stjörnuþrýstingsræsingu. Nei, það er bara alveg gjörsamlega útilokað. Efri mörkin eru talin vera 50% álag eða 50% lestur á mótor. Þannig að við þurfum að skoða það vel hvort þið þurfið ef þið þurfum að setja upp nýjan búnað, hvort það þarf að minnka ræsistrauminn, hvort þið notið mjúkræsi eða ódýrari búnað stjörnuþrýstingsræsingu, hvort það dugar. Og hér erum við þá með í 3.3. Ef við erum með yfirárásvörn og við erum með stjörnuþrýstingsræsingu og yfirárásvörnin er staðsett í fasastraum mótorsins og málstraumur mótorsins er 95 ampere. Ef við lítum aðeins á stuðningsheftið sjálf, við höfum ekki hérna stjörnuþrýstingsræsingu hér, sem sagt, hér er yfirárásvörnin staðsett. Þannig að við þurfum að segja að það er málstraumur mótorsins deilt með rótina 3. Þannig reiknum við út á hvað við eigum að stilla yfirárásvörnina hér. Þá segjum við hér málstraumur mótorsins 95 ampere, ok. Þá deilum við með rótina 3 í málstrauminn og fáum við að stilla yfirárásvörnina á 54,8 ampere. Þegar yfirárásvörnin er staðsett í fasastraum mótorsins þegar við erum með stjörnuþrýstingsræsingu. Svona er það. Síðan næsta mál. Hér eru við komin hitaliðavörn. Já, hvað er þessi varnarbúnaður kallaður? Kallaður hitaliðavörn. Og við notum þennan búnað við mótora sem eru hraðastýrðir, þeir geta hitnað þegar þeir ganga hægar undir talsvert miklu álagi. Þá kælir viftan mótorinn ekki, viftan á endanum á mótornum snýst ekki nógu hratt þess að kæla mótorinn. Þá fylgjumst við með hitavafana með því að hafa skynjara alveg inn í mótornum. Og ef að vöfin verður of heitt þá slær hitaliðavörnin út stýristraumum af segulspólu mótors sem er með 3 kraftrásar snertur í kraftrás mótorsins. Það er ekki sýnt hérna, þetta er bara stýrrás. Og þá skulum við skoða þetta lengra. Mótorar sem ganga hægt undir fullu álagi geta skemmst ef ekkert er að gert. Hvers vegna er yfirárásvörn ekki nægjanleg við þær aðstæður? Yfirárásvörn mælir straum mótors sem er innan marka við þessar aðstæður. Það er ástæðan. Þá höldum við áfram hérna. Skoðum næstu mynd.
Hvað nefnist þessi ræsiaðferð þessa 3 fasa mótors sem að þessi kraftrás hérna sýnir? Þetta kraftrás mjúkræsis sem að við erum með 6 týristóra. Það eru 2 týristórar í hverjum fasa þess að leiða riðstrauminn, streymir fram og tilbaka. Og við þurfum að hafa 2 týristóra í hverjum fasa. Þetta aðferð sem að við lækkum spennuna til þess að mótorinn taki minni ræsistraum. Þetta sams konar hugsun á bak við mjúkræsinguna eins og við notum við stjörnu-þríræsinguna. Það eiga sameiginlegt að lækka spennuna til að ræsistraumurinn verði minni. Kostur við mjúkræsinguna að við getum haft áhrif á stillt hvað ræsistraumurinn verður mikill. Því að ákveða hvað ræsistraumurinn verður mikill af málstraum stillt í mjúkræsinguna. Eins og við gerðum í æfingunni. Nú hér aftur spurning rafala inn í þessu úr æfingunum að ef álag á rafala 30 kW þá afl á fasa og deilum við með 3 í þessa tölu. Aflið hérna 30 kW þá svarið 10 kW. 30 deilt með 3 10 kW. Það afl á fasa. Svo eru fleiri verkefni hér sem við spurtum. Hér eru til dæmis Megger 3.6. Hvers vegna Megger betri til útleiðslumælinga en venjulegur afmælir? Og það vegna þess að Megger hefur hærri spennu. Það bil 500 volt eða til 1000 volt jafnvel, til þess að við séum sem næst kerfisspennunni eða hefst hærri en kerfisspennan til þess að ná að mæla einangrunarbilunina. Þegar við erum með svona háa spennu, það gætu verið viðkvæm rafeindatæki. Ég tala nú ekki ef við værum borð í skipi, þá þurfum við að passa okkur á því að taka úr sambandi ef við værum að mæla ef þetta hefði komið sjór eða eitthvað inn í brúna eða eitthvað slíkt, að þá þurfum við að aftengja öll viðkvæm rafeindatæki áður en við þurfum að mæla með Megger. Og helst jafnvel þá að byrja þegar stilla Meggerinn á 250 volt að spennu. Það á þessum nýjustu Meggermælum, þá það hægt að stilla 250 volt, það hægt að stilla 500 volt og að stilla 1000 volt. Þannig að það var þá fara varlega þegar maður á hættu að vera að mæla í greinum þar sem að viðkvæm rafeindatæki í sambandi. Helst að taka viðkvæm rafeindatæki úr sambandi ef maður að mæla lögnina. Þetta getur maður svo að hvert tæki fyrir sig en með lægri spennu. Og þá það líka aðra aðferðir sem kannski en þá lægri spennu notuð til þess að athuga hvort það einangrunarbilun í einhverju tæki. En þá næsta spurning, 3.7. Hver eru kostir þess og gallar að nota venjulega peru til útleiðslumælinga? Þessi svona pröfulampi. Það fljótlegt að sjá til dæmis hvort það slitin mög í mótor. Mælum á milli U1 og U2 til dæmis og VAF1 og VAF2, tökum það 1, 2 og 2, sjá hvort það af lýsir. Mælum þarna á milli og hins vegar
Ókosturinn við þetta að þessi aðferð er mjög ónákvæm. Við getum eiginlega ekki átt okkur á því hvort það er útleiðsla nema að eitthvað vaðið sé alveg beintengt út í umgerð mótorsins. Og þá erum við komin að fjórða liðnum, það er samfösunna. Og þá förum við gegnum þessi 3 skilyrði sem þarf að uppfylla fyrir samfösun. Það er fyrst að það er sama spenna, sama tíðni og rétt augnablik. Og síðan er spurt hérna útskýrðu hvað gerist og hvaða vörn er virk ef snúningshraði rafa sem á að fasa inn á net er örlítið minni en svarar tíðninni á netinu þegar fasað er saman við netið. Þá er það bakhjartsvörnin sem að verður virk og hún slær afhrófanum til rafana út. Þetta gerist ef að bakhjartlið er yfir ákveðin mörk og að við höfum farið yfir innstillan tíma á bakhjartsvörninni. En þetta er aðal svarið, stutt og laggott, að bakhjartsvörnin slær rafanum út. Síðan er spurt hérna, lýstu hvað ljós-dimmatengingin hefur fram yfir dimmatengingu í samfösunum. Ég sendi ykkur 3 vídeó varðandi þessi vídeó sem sýndu samfösun. Það er það vídeó 2 og 3 sem að sýndi þetta vel hvernig að þessi ljós breyta og er svona eins konar hreyfing á þessum ljósum. Og ljósdimmatengingin, það er eiginlega svona auðveldara að sjá hvenær við nálgumst rétta augnablikið þegar að hreyfingin á ljósunum fer að hægja á sér. Þá sjáum við hvenær við erum að fara að koma alveg að rétta augnablikinu. Það er kosturinn. Það er þess vegna betra að hafa ljósdimmatengingu þegar við erum að fasa saman. Og síðan hérna í 4, hvers vegna þarf meiri segulmagnstöð við spanálag heldur en reyndarálag. Við spanálag þá vinnur segulsviðið sem að straumurinn í spanálaginu veldur í sáthreinu. Það er segulsvið sem kemur frá sáthreinu sem vinnur á móti seglum pólhjólsins. Og af því að straumurinn í spanálaginu er eftir spennu, þess vegna verða þessi áhrif. Og þá er þetta hér að launstraumurinn í spanálaginu sem vinnur á móti það er í rauninni á segulsviðið frá sáthreinu sem að launstraumur spanálsins veldur vinnur á móti seglum pólhjólsins. Hins vegar ef við værum með reyndarálag það myndi hjálpa til við seglum pólhjólsins. Þannig að þá myndum við draga úr segulmagninum. En þetta er þannig að við spanálag þá þurfum við að auka segulmagnsstrauminn. Þá skulum við skoða hérna síðasta hlutann af þessu. Við erum með einfasamótora og hér er verið að tala ræsivægi í einfasaskálmsmótorum. Það er stundum myndað með því að raðtengja þétti við hjálparraf. Þetta er eitt af þessum ræsa aðferðum við einfasamótora og það er sem sagt þéttisræsing sem við erum að tala um þarna. Hinar 2 voru liðaræsing og viðnámsræsing. En hér er bara að vera að tala um að við erum að raðtengja þetta við hjálparraf. Þannig að við fáum 90 gráðu fasviksmun á straumnum í aðalvaði og hjálparvaði til að fá gott ræsivægi.
Og svo erum við hérna með í 5.2, við erum með hérna skuggapólsmótora. Þeir eru sem notaðir í viftur og smádælur og þá það rétt hér að skuggapólsmótorar þeir eru notaðir sem dælumótorar í þvottavélum. Og síðan hér varðandi aðströmsmótora eins og í reyksögum og borvélum og slíku að aðströmsmótorar þeir eru notaðir í til dæmis í handverkfærum, stórum borvélum og slíku. Þó að nú til dags komnar líka svona rafhlöðuvélar. Það þá öðruvísi mótorar. Að lokum ætlum við að reikna hérna dæmi þar sem við erum með einfasa skammhlaupsmótor. Það merkt á hann 1,1 kW. Hér þurfum við líka að athuga. Þetta aflið út eða aflið inn? Hvernig reiknum við straum sem að mótor tekur? Reiknum við strauminn út frá aflinu út eða út frá aflinu inn? Ekki straumurinn að koma inn á vöðvinn? Það við verðum að finna fyrst aflið inn. Og það notum við í það nýtni formúluna hérna. Þá segir við P inn er P út sem merkt á mótorinn deilt með nýtni tölunni. Við erum með einfasmótor, við erum 1100 deilt með, þessi komma áttu nú ekki verið hérna, deilt með 0,745. Þá fáum við að aflið inn er 1476 watt rúm. Og sem sagt nýtnin var 74,5% þess að deilum við 100 í þetta og deilum við með 0,745. Þannig að þessa tölu hérna aflið inn notum við til að reikna straum. 1476,5 watt deilt með spennunni og kósín. Ekki taka kósinus að þessari pínulitlu tölu, þá kemur litlu spurt. Bara nota töluna hreint. 0,94. Það semst afstöðullinn gefur hérna 0,94. Og en formúlan lítur út svona. Og vegna þess að þetta einfasa skammhlaupsmótor, þá erum við ekki að nota rótina þremur. Bara spennuna og kósín. Muna það. Við erum með 6,8 ampere út úr þessu fyrir þennan mótor sem er 1,1 kW eða 1100 watt sem aflið út. Byrjum alltaf á því að finna aflið inn, svo getum við reiknað út straum. Þetta deilar spennun og kósín. Þetta þá útreikning á einfasa skammhlaupsmótor og þetta síðasta dæmið í þessu prófi. Og hér í stuðningsheftinu ýmislegt sem við getum rætt aðeins í gegnum varðandi atriði eins og hér eru marga póla, mörg pólur eru hægengum raða. Þetta eru fá bara eitt pólpar með hraðgengarraða og síðan hér spurning það sem að byggist upp spennan, hvernig byggist upp spenna sem framleidd spennaraða sem byggir á snúningshraðanum, byggist á vafningafjöldanum og segulsviðið, segulvögnuninni eða segulvögnastraumnum. Það þessi formúla hér. En þetta þessi atriði sem hafa áhrif á framleidda spennu. Og hér höfum við með ýmsa möguleika á segulvögnunarhraða. Hér áður fyrr þá notum við ásteytta jarðstraumshraða
og þetta úrelt aðferð. Við sáum þetta var hægt að gera með rafmagn 1 úti í 106 voltinu. Síðan sem sagt ástengdur segulmögnun rafala. Það sem sagt Markov-rafalinn og þá spennustillirinn, hann bara fyrir utan rafala og við tökum frá sátrinu inn á spennustillinn og byrjum framleiðsluna með segulleifum, straumi frá segulleifum og það Markov-rafalinn. Jafnstraumurinn sem kemur frá spennustillinum, hann fer þá beint inn á pólhjólið gegnum kolóslið. Nei, hann fer ekki gegnum það. Hann fer hérna, já, það til ef að ástengdi jarðföngursáin ekki til staðar lengur eða bilaður eitthvað slíkt, þá hægt að nota spennustilli sérstaklega fyrir þá útfærslu. En ef við erum með Markov-rafala, þá í húsinu á rafalanum, það segulpólar. Það rafseglar allan hringinn í húsinu, það þessi hringur hérna, hann fastur í húsinu. Það sýndur hérna á mynd með pólhjólinu, þannig að það greinilega hægt að taka hann úr húsinu líka. Og þetta hérna rafseglarnir, segulmögnunin framkvæmd á svona í Markov-rafalanum og það þá ekki síðsegulrafalinn í Markov-rafalanum, heldur það tekið straumur frá sátrinu og í spennustillinum sem í húsinu þá útbúinn hæfilegur segulmögnunarstraumur reglaður til þess að fá reglaða spennu út, rétta spennu út á rafalanum og segulmögnunarstraumurinn stilltur inn á þessa spólur, inn á segulspólurnar. Og þannig að hér kolulausa rafali, brushless generator og hér þá við með það hann sem Markov-rafala. Eldri aðferðin sýnd hér með því að leiða straum frá neti inn á pólhjól gegnum spennustilli. Það þessi eldri aðferð ef að jafnstraumsrafalinn ekki í lagi lengur. Og síðan sjálfsögulmögnun rafala, síðsegulrafala, það þessi Stanford útfærsla, ástengdur síðsegulrafali. Þá sjáum við það á þessar mynd hér, að hér við ekki lengur með segulrafseglarna, segulmögnunarrafinn hérna. Það búið að fjarlægja það og sjáum hérna í snúðinn alveg í þriggja-fasa sátur segulmögnunarrafalans. Og svo sjáum við hérna í díóðnar í díóðbúðum til þess að afreiða þriggja-fasa rafmagni sem myndast hérna í númer 2 í segulmögnunarrafalanum og búið til jafnstraum fyrir pólhjólið. Númer 1 sem sagt á hérna síðseglarnir á síðsegulrafalanum. Þar fyrir utan sátur sem leiðir þriggja-fasa straum inn í spennuregli eða spennustilli sem stillir strauminn eða reglar strauminn inn á segulvarið sem hérna fyrir utan. Það að þessari myndinni. Þetta segulvarið. Þessi útfærsla sem sagt kallað Stanford, eins og í bókinni. Og svo segjum við hérna í seksunni hérna tíðnisframleiddar spennur að ákvarðast af pólparfjölda og snúningshraða. Og eitthvað meira samband við rafalana, að hér það sem við vorum að nefna áðan, að
ef við erum með spannálag að þá verður til snúðspyrna í sátrénu og við fáum sem sagt launstraum út af spannálagi sem að það myndar segulsvið í sátuhjárnið og þetta segulsvið grípur í pólhjólið, sem sagt þetta vinnur á móti seglum pólhjólsins og hemlar þetta segulsvið niður frá pólhjólinu. Þess vegna þurfum við aukinn segulmögnunarstraum þegar við erum með spannálag. En hins vegar hjálpar þetta eru minni segulmögnunarstraum við rýmdarálag. Vegna þess að í rýmdarálagi þá straumurinn akkúrat í hina áttina, þá hjálpar segulsviðið frá sátrénu, hjálpar til við seglum pólhjólsins. Þess vegna drögum við úr segulmögnunarstraumum ef við værum með rýmdarálag. Þannig virkar það, þessi sáturspyrna sem við köllum snúðspyrna líka. En síðan erum við áfram með alls konar atriði sem að þið getið hjálpað til að undirbúa sig fyrir próf. Hér blandað saman svo spurningum úr mótorum og hér erum við þá líka atriði varðandi stjörnuþrísræsingu og við getum til dæmis hugsað okkur í hvaða röð fara þessir rofar í stjörnuþrísræsingunni. Byrjum við á því að höfuðrofinn kemur inn og stjörnan, þess að K1 og K2. Þegar að mótorinn er kominn á ferð í stjörnutengingunni, að þá fer K2 út og eftir augnablik kemur K3 inn. Og þá er komið fyrir stenging. Og hérna er líka nefnt að þegar yfirráðasvörnin er staðsett í fasastraum mótorsins, þá er yfirráðasvörnin stillt á málstraum deilt með rótina 3. Því að F2 er staðsettur hérna í fasastraum. Það var það sem við vorum að gera áðan. Og hvernig getum við breytt hraða skammhlaupsmótors? Við getum gert það með tíðnibreyti og það er hægt að vera til dæmis með 2 hraðamótor. Það er þá gert með póldeilingu. Og það er þá við með 2 tegundir af slíkum mótorum. Pólskipta mótorar, það er sem sagt Dahlender-mótor annars vegar og mótor með 2 aðskildum vöfum. Og síðan koma alls konar spurningar hérna sem að þið getið farið í gegnum og það við höfum lagt minni áherslu á sem sagt sleiturhringja mótorana. Þeir eru alltaf detta út, það eru hraðstýringar komnar í staðinn og hér eru alls konar spurningar sem að gætu hjálpað ykkur fyrir að undirbúa ykkur fyrir prófið og hér til dæmis erum við með, eins og við vorum að skoða áðan, það er kraftrás fyrir mjúkræsi, fyrir mótor og svo erum við með kraftrás hérna úr hraðastýringu fyrir þessa mótor líka, úr þess að tíðnibreyti. Og hér höfum við hvernig lítur tíðnibreyti út. Í fyrstu þá erum við með 3 fasa inn, við erum með afreiðun hérna, 3 fasa afreiðun, þá búum við til
plússpennu og mínusspennu og út úr þessari jafnspennu þá með 6 stykkjum af transistorum og stundum notaðir IGBT-transistorar, jafnvel orðnir bara MOSFET-transistorar í þessu núna, svona afl-transistorar, og það eru 2 transistorar sem eru fyrir hvert fasa og þeir opna og loka mjög hratt fyrir strauminn, þessi transistorar. Þeim stýrt hérna með þessum stýribúnaði hérna og þessi aðferð sem notuð kölluð púlsvítarmótor eða P12WM og þannig endur byggist 3 fasa spenna og straumur út á mótorinn þannig að við stýrum segulvektorum mótorsins og hraðastýrum þannig. Þessi háa tíðni veldur því að við þurfum að nota sérstaka kapla og það eru skermaðir kaplar sem eru frá tíðnibreytinum út í mótor og það þá sýnt hérna að hér skermaður kapall sýndur frá tíðnibreytinum sem tengdur við net hérna, tíðnibreytirinn og hann þá tengdur út í mótor með skermuðum kapli og það sérstakir nipplar sem notaðir hérna sem tengja skerminguna allan hringinn svo að við fáum ekki truflanir út frá þessari hátíðni sem að púlsvítarmótorinn gefur frá sér. Og oft hægt að fá svona sérstaka síðbúnað líka með hraðstýringunum. Þannig að það reynt að draga úr þessari hátíðni truflun. Og þetta svona, varðandi þetta sem við höfum verið að mæla í síðustu mælingaverkefnunum og það ýmislegt hér sem við getum skoðað. Varnir sem þurfa að virka rafmótor, það sem yfirráðsvörn, við þurfum skamhlaupsvörn og þegar við erum með hraðastýra mótorana þá þurfum við að vera með hitahliðavörn. Það sem við erum með hitanema í mótorsins. Og aðeins varðandi andstöðusmótor hérna að þeir eru notaðir í borvélum, til dæmis andstöðusmótorar vegna þess að þeir hafa gott ræsivægi og þeir geta unnið í rauninni báðar straumtengingar, rafstraum og jafnstraum. Aðallega eru þeir núna notaðir við rafstraum vegna þess að hraðastýringin mest byggð fyrir rafstraum. Og þessir mótorar eru líka notaðir í reyksugum eða hrærivélum og hérna kol tengt við straumvendi. Þetta straumvendir, við sjáum hérna í þessa vendigeira hérna og snúðurinn hann undir. Og ef við erum með borvél sem hægt að virka, þá getum við fundið bilun ef þessi lög hafa ofþykknað og brunnið saman, þá hægt með spanmælitæki að fara hérna utan á þetta járn hérna, snúðjárnið og þá ef það kemur ljós á endan á spanmælitækinu þá brunnið vatn hérna undir og þá snúðurinn ónýtur. Það var að skipta snúðinn eða eins og þetta líka kallað anker í borvél eða reyksug.
Það stundum gert, það stundum skipt þetta, í staðinn þess að skipt alla mótorinn, þá skipt afgerið eða snúðinn. Svo að hér sem sagt ýmis atriði sem við getum farið í gegnum og þetta blandað saman, ægir öllu saman, farið hérna í sambandi við skipin núna, Rauðsfjörðsafmæli skipin komið hérna inn og það ágætt að við rifjum þetta allt saman upp áfanga með því að lesa þetta í gegn. Og hérna sjáum við skilyrðin fyrir samfélagsmiðlum aftur og hér sjáum við að við notum líka hérna til þess að átta okkur á vægiskúrfunni og atriðum varðandi hann. Þá vorum við hérna með málvægið hérna. Það örlítið undir hámarkssnúðshraða sem náttúrulega í tómgang. Þegar ekkert álag á mótornum, þá nær vægiskúrfan alveg hérna niður. Og þá skreikurinn nánast enginn og snúðshraðinn næstum því jafn mikill og hraði hverfiþjóðsins hérna. Og síðan þegar það eykst álag á mótorinn, þá hann að vinna á þessu sviði hérna og snúðshraðinn minnkar aðeins hérna og niður í snúðshraða við málvægið hérna og þá málstraumurinn hérna á sama stað í sömu línu, lóðréttu línu hérna. Og þá getum við borið saman hérna líka á þessari mynd ræsiferilinn, bæði straumtökuna í ræsingunni, hérna ræsistraumurinn en ræsivægið hérna niður. Síðan það og hámarkssvæði hérna og síðan málvægið hér. Þannig sjáum við þessa þrjá staði með málvægi, við erum með ræsivægi hérna og hámarkssvægi. Og þá sjáum við eins og við vorum að gera í töflu hér fyrir þá vorum við með newtonmetrana hérna, málvægið og síðan var hérna margföldunarstöðull fyrir ræsivægið, það var mesti dálkur við og þar lengra var margföldunarstöðull fyrir hámarksvægið. Það var hérna. Getum við rifið upp þetta hér. Síðan eru fleiri spurningar hérna. Svo að við, sem sagt, ef það eitthvað sem að þið að spá í, þá endilega rennið í gegnum þetta skjal til að hjálpa ykkur að undirbúa okkur fyrir prófið og svo að skoða þessi gömlu próf. En ég ætlaði ekki að fara yfir neitt meira í dag. Ég veit að þið eruð að undirbúa okkur fyrir alls konar áfanga, próf í áfangum. Þannig ég ætla að láta þessari upptöku lokið